Góðan dag, ágætu bæjarfulltrúar, gestir, nær og fjær. Ég býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar númer 246, haldið miðvikudaginn 13. maí 2026 klukkan 17:30 og segja hann setta. Fundin sitja í dag Birgir Örn Ólafsson, Björn Sæbjörnsson, Eva Björg Jónsdóttir, Andri Rúnar Sigurðsson, Inga Sigrún Baldursdóttir, Friðrik Valdimar Árnason, Kristinn Björgvinsson, Guðrún P. Ólafsdóttir og Ásta Friðriksdóttir. Lilja Dögg Karlsdóttir, endurskoðandi KPMG, mun sitja undir fyrsta mál á dagskrá. Fundagerð ritar Ásta Friðriksdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu. Áður en göngu til formlegra dagskrár þá ætla ég að fá að leita afbrigða með 3 mál sem myndu þá bætast við dagskrána sem hér segir. 7. liður á dagskrá, færanlega kennslustofur, vor 2026, dagskráliður 7, miðbæjareitur Skyggnisholt 16 og svo það framtíðarþróun Skyggnisholtsins og svo auk fundagerða númer 451 úr bæjaráði. Það verður þá 8. mál á dagskrá og allir til samþykkja það, gefið merki, afsakið. Það samþykkt samhljóða. Þá vindum okkur í formlega dagskrá og ég byrja hér á fyrsta máli sem ársreikningur 2025. Bæjarstjórn tekur til síðari umræðu og afgreiðslu ársreiknings sveitarfélagsins fyrir árið 2025. Fyrir fundinum liggur ársreikningur 2025, sundurliðun ársreiknings, staðfestingarbréf stjórnenda, endurskoðana skýrsla löggiltra endurskoðanda sveitarfélagsins og skýrsla stjórnsýsluskoðun 2025. Ég ætla þá að biðja og bjóða Lilju Dögg Karlsdóttir velkomin í pontu. Já, takk fyrir. Ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ársreikningurinn, hann liggur fyrir fundin og ef við förum svona nokkuð hratt yfir hann, þá í skýrslu á áritum bæjarstjórnar sem hefur verið undirrituð. Það fjallað tekjur ársins og rekstrarniðurstöðu og jafnframt sagt frá álagningarhlutföllum útsvars og fasteignaskatts. Áritun endurskoðanda, það svo næstu síðu og hún bara hefðbundin og án alls fyrirvara. Rekstrarreikningurinn. Þar kemur fram að tekjur á B-hluta voru 3 milljarðar eða 246 milljónum krónum hærri en áætlun gerir ráð fyrir, en helmingur af þeirri hækkun skýrist af hærri framlögum úr jöfnunarsjóði. Rekstrargjöld voru 73 milljónum krónum yfir áætlun og rekstrarniðurstaða því 172 milljónum krónum hærri en áætlun gerir ráð fyrir. Rekstrarhagnaður í A-hluta var 290 milljónir en 351 í A- og B-hluta. Samkvæmt efnahagsreikningi þá hækka varanlegir rekstrarfjármunir 271 milljón króna sem gefur okkur að fjárfestingar voru hærri en afskriftir ársins. En skýring 8b sýnir hvernig þessar fjárfestingar sundurliðast á verkefni. Óinnheimtar tekjur aukast 33 milljónir sem í takt við hærri útsvarstekjur og hækkun í öðrum skammtímakröfum tengist að mestu samstarfsverkefnum sem sveitarfélagið ber ábyrgð á. Handbært fé í árslok nam 405 milljónum króna. Lífeyrisskuldbindingin, hún hækkar 31 milljón, en það stafar að mestu að launahækkun opinberra starfsmanna, en þær hafa áhrif á vísitöluna sem notuð við útreikningin á skuldbindingunni. Langtímaskuldir þær lækka 114 milljónum króna á árinu, en heildarskuldir og skuldbindingar 70 milljónir. Ef við fyrir svo yfir í sjóðstreymisyfirlitið, þá sjáum við að veltufé frá rekstri var 533 milljónir á árinu 2024 samanborið 314 milljónir króna árinu áður, en sú stærð sýnir hvað reksturinn að skila eftir að búið að taka frá reiknaðar stærðir. Eftir að tekið hefur verið tillit til inn- og útborgana skammtímaliða, þá handbært fé 474 milljónir króna á árinu 2025, en var 313 milljónir króna árið áður. En þessi stærð sýnir hvað reksturinn að skila til fjárfestinga og greiðslu, lána og leiguskulda.
Afborganir 2025 eru talsvert hærri árið 2024 en árinu voru tekin lán hjá lánasjóði sveitarfélaga til að greiða upp óhagstæðari lán sem að sveitarfélagi var með hjá Íslandsbanka. Svo sjáum við þarna að handbært fé á banka eykst þá 161 miljón þegar búið að fara í gegnum þetta allt saman. Skýringar 1-3 eru bara svona hefðbundar textaskýringar með útskýringum og svo bara sýnt frá tekjum, sundurliðanir á þeim, launum og launatengdum gjöldum, ársverkum og fleiru og svo fjármagnsliðum. Skýring 7, hún sýnir rekstur hvers málaflokks fyrir sig með samanburði við áætlun annars vegar og hins vegar fyrra ár. Óveruleg frávik í hverju málaflokki en skatttekjur eru hærri sem skýra þá helst þessi heildarfrávik á árinu. 8b, ég var svo sem búin að nefna hana, það sundurliðun fjárfestinga með samanburði við fjárhagsáætlun og skýring 10 sýnir hvað samstarfsverkefni sveitarfélaga aðila en þau eru 3, Brunavarnir Suðurnesja, Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum og Kalka. Já, held að það sé svona komið þá með reikningin. Og ekki bara dempa mér í endurskoðunarskýrsluna. Hún liggur fyrir fundin líka og fyrst þar inngangur sem segir þá frá ábyrgð stjórnenda sveitarfélagsins á ársreikningum annars vegar og ábyrgð endurskoðanda hins vegar. Næstu 2 síður fjalla gæði og þar hlekkur að gagnsæisskýrslu KPMG og upplýsingar gæðastaða sem að við vinnum eftir. Svo kemur glæra með helstu niðurstöðum endurskoðunarinnar og þar sjáum við endurskoðunar aðgerðir ná til allra sjóða sveitarfélagsins og það eru einungis samstarfsverkefni sem eru undanskilin. Þau eru óverulegu hluti. Ekki komið fram neini mismunur við endurskoðunina og við bendum á að fjalla veikleika innra eftirliti á síðu 10. Stjórnsýsluskoðun hefur farið fram og var skýrslu ábendingar skila til bæjarstjóra. Hvað það varðaði en ekki var neina verulegar athugasemdir að ræða. Eins hafa ekki komið fram neina vísbendingar sem benda til annars en að sveitarfélagi geti haldið starfsemi sinni áfram. Mál sem eru ófrágengin á þessari stundu, staðfestingarbréf stjórnenda, það búið að undirrita það, afgreiðsla og áritun sveitarstjórnar sem í rauninni er núna í gangi og svo áritun endurskoðanda. Og loka útgáfa endurskoðunarskýrslu verður send eftir fundin. Það sést bara drög sem leggja fyrir fundin núna. Mikilvægismörk, þau voru ákvörðuð 79 milljónir sem eru 3% af áætluðum tekjum samkvæmt upphaflegri fjárhagsáætlun, sem án tillits til viðauka. Og ef það hefði komið upp einhverju mismunir yfir 4 milljónir króna þá hefði við vakið sérstaklega athygli á því en það var ekki neitt slíkt að ræða. Á næstu síðu á eftir þar fjallað mögulega sniðgöngu stjórnenda sem alltaf áhætta í öllum rekstri og við skoðum tiltekna færslur og það var ekkert það sem kom fram sem leiddi í ljós eitthvað óeðlilegt, óviðeigandi. Stjórnsýsluskoðun, ég var búin að nefna hana og síðan eftir veikleikar í innra eftirliti að það snýst aðgreiningu starfa sem oft erfitt að koma við á smærri skrifstofum og eru stjórnendur meðvitaður þennan veikleika og reyna að lágmarka eins og hægt er. Já, svo svona bara fyrir aftan lykiltölur og fjárhagsáætlanir. Þar sjáum við mynd sem sýnir þróun lykiltalna á áætlunartímabilinu með samanburði við árin 24 og 25. Gert ráð fyrir 9-11% framlegð á áætlunartímabilinu og að rekstrarafkoma verði jákvæð á hverju ári, sem skila þó uppsveifnuðum afgangi upp á 620 milljónir króna eftir afborganir lána og leiguskulda. Heildarfjárfesting á áætlunartímabilinu er áætluð 1240 milljónir og að lántaka verði 620 milljónir. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum þá þarf rekstrarjöfnuður að vera jákvæður á hverjum tíma en rekstrarjöfnuður er samanlögð rekstrarniðurstöðu 3 ára og samkvæmt áætlunum sveitarfélagsins þá er gert ráð fyrir að það uppfylli það. Skuldahlutfall sveitarfélagsins mun vera 60% á áætlunartímabilinu og skuldaviðmiðið í kringum 40%. En samkvæmt lögum þá er hámarkið 150% eins og lögin í dag og við vitum ekki alveg hvernig það verður. Það er ýmsar tillögur varðandi það. Já, þakka ég fyrir mig.
Takk fyrir þetta, Lilja. Þá orðið laust ársreikningin. Björn, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Mér langar nú bara til að koma þess upp og lýsa yfir ánægju minni með hversu vel hefur tekist að snúa rekstri sveitarfélagsins á þessu kjörtímabili. Og þetta hefur ekki verið neitt endilega auðvelt, en þetta hefur tekist með samstilltu átaki hérna þessara bæjarstjórnar sem hér hefur setið og góðu starfsfólki. Og við höfum líka notið þess að íbúðum hérna hefur fjölgað verulega og þar að leiðandi útvarpstekjur, en að samaskapi náttúrulega hefur þrýstingur og innviði aukist að samaskapi. En rekstrarniðurstaða á B-hluta var jákvæðum rúmlega 350 milljónir króna, sem bara gríðarlegur viðsnúningur frá þessum áður var. Takk fyrir þetta, Björn. Orðið ennþá laust. Kristín, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mér langaði bara að taka undir orð hans Björns og bara þakka fyrir gott samstarfi við þetta á þessu kjörtímabili, og það er því að þakka að við höfum náð góðri rekstrarniðurstöðu og viðsnúning á kjörtímabilinu. En þó að útlitið sé bjart, þá megum við ekki gleyma því að við erum í innviðaskuld sem kemur til með að snúa þessu næstu árum, þannig að þeir sem taka við keflinu, hverju svo sem þeir verða að halda vel að sér höndum. En ég vil bara þakka ykkur öllum bæjarfulltrúum og varabæjarfulltrúum og starfsfólki fyrir bara velunni störf á kjörtímabilinu þar sem þetta er síðasti fundurinn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Kristín. Guðrún, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Niðurstöður ársreikningsins eru góðar og staðfesta mikinn bata í afkomu og heilbrigðan rekstur, hvort sem litið er til rekstrarreiknings, efnahagsreiknings eða sjóðstreymis yfirlits. Endurskoðandi fór yfir það hérna áðan og það hefur komið fram í máli annara hérna líka, varðandi þetta að halda áfram því sem að hefur verið svona í fókus hér á þessu kjörtímabili. Og varðandi fjárhagslegu viðmiðin sem var farið yfir, að þá eru þau eins og hefur komið fram annars vegar jafnvægisreglar sem kveður á að rekstrarniðurstöða yfir hvert 3 ára uppsafnað tímabil skuli vera jákvæð og að skulda viðmið sé undir 150%. Til þess að fara hans yfir hver staðan er hér, að þá er uppsöfnuð 3 ára rekstrarniðurstaða á B-hluta nú rúmar 500 milljónir króna og í A-hluta rekstrar rúmar 400 milljónir krónar, sem er vel. Og skuldaviðmið eins og það hefur komið fram í A- og B-hluta reksturs og nokkurn veginn það sama í A-hluta er 38%. Og kemur þá að brýningu bæjarstjóra til verðandi bæjarstjórnar varðandi 2 þætti sem mikilvægt er að huga að áfram. Jafnvægi er í rekstrinum í dag, en eins og hefur komið hérna fram og áðan á kynningu endurskoðanda fyrir fund, er fyrir sig að skuldaviðmið fari hækkandi á næstu árum samhliða nauðsynlegri innviðauppbyggingu sem hefur þurft að sitja á hakanum að einhverju leyti undanfarin misseri. Þegar skuldir hækka mun fjármagnskostnaður aukast. Þá sýnir sagan að sveiflur eru umtalsverðar í rekstri sveitarfélaga og þegar litið er á sögulega þróun rekstrarniðurstöðu hér í Vogum, þá sýnir hún það líka. Því er afar mikilvægt að huga sig áfram að því að treysta tekjustoðir í rekstrinum til þess að minnka sveiflur í rekstrinum. Þannig að þetta er fyrri brýningin. Seinni brýningin snýr að rekstri sveitarfélagsins og eins og vikið verður að í bókum bæjarstjórnar er launakostnaðar hlutfall orðið 47% fyrir samantekina og B-hluta
og hefur lækkað umtalsvert. Og hér sem sagt það bara brýningin og áminningin það að dýrmætasta auðlind sveitarfélagsins sem vinnustar mannauðurinn. Hlúa þarf vel að starfsfólki og einhver mörk eru fyrir því hversu lágt eðlilegt launakostnað hlutfall getur talist. En aftur að jákvæðanótunum, samstarf bæjarfulltrúa á kjörtímabilinu hefur verið til fyrirmyndar, hreinskipti, lausnamiðað og uppbyggilegt og langar mig að nota tækifæri og þakka ykkur öllum fyrir frábært samstarf. Og nýti líka jafnframt tækifærið og þakka starfsfólki fyrir fórnfús starf í þágu sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir þessi orð, Guðrún. Og orðið ennþá laust. Nú, ef fleiri vilja ekki kveða sér hljóðs að sinni, þá langar mig að koma með sameiginlega bókun bæjarstjórnar og lesa hana hér upp. Bæjarstjórn fagnar afar góðri rekstrarniðurstöðu ársins 2025 sem undirstrikar hversu vel hefur tekist að rétta af rekstur sveitarfélagsins á kjörtímabilinu. Að ræða bestu rekstrarniðurstöðu í sögu sveitarfélagsins ef frá talið árið 2007 þegar sveitarfélagið seldi eignarhlut sinn í Hitaveitu Suðurnesja. Rekstrarniðurstaða A og B hluta nam 351 milljón króna sem tæpum 200 milljónum króna umfram áætlun með viðaukum og rekstrarniðurstöðu síðasta árs. Rekstrarniðurstaða A hluta var jákvæð 290 milljónir króna sem 156 milljón króna umfram áætlun. Þá var rekstur aðalsjóðs jákvæður 127 milljónir króna sem endurspegla traustan grunnrekstur sveitarfélagsins. Tekjur samstæðu A og B hluta námu 2.966 milljónum króna á árinu samanborið við áætlun með viðaukum sem nam 2.721 milljón króna. Rekstrargjöld samstæðu námu 2.454 milljónum króna en áætlun með viðaukum var 2.380 milljónum króna. Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir var því jákvæðum 513 milljónum króna samanborið við áætlun með viðaukum, það sem gert var ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu að fjárhæð 341 milljón króna. Sveitarfélagið heldur áfram að laða til sín íbúa. Íbúum fjölgaði þannig 9% á síðastliðnu ári og hefur þá fjölgað 45% á kjörtímabilinu. Rekstrarniðurstaðan ber þess glöggt merki að samhliða örri íbúafjölgun sem skila sér í talsverðri tekjuaukningu hefur aukinni skilvirkni í rekstri verið náð. Jákvæð þróun kostnaðarhlutfalla undanfarin ár sýna þetta vel. Þannig nam launakostnaðarhlutfall A og B hluta í fyrra 47%, eins og bæjarstjóri kom hér inn á áðan, samanborið við 49,4% árið áður. Rekstrarkostnaðarhlutfall var 34,3% í fyrra, samanborið við 35,5% árið 2024. Sveitarfélagið uppfyllir fjárhagsleg viðmið jafnvægi í rekstri bæði í samanteknum A og B hlutarekstrar sem og A hlutarekstrar. 3 ára uppsöfnu rekstrarniðurstaða A og B hluta jákvæð sem nemur 508 milljónir króna árið 2025 samanborið við 48 milljónir króna árið 2024. Veltufé frá rekstri styrkist verulega frá árinu áður og nam 533 milljónir króna árinu 2025 samanborið við 314 milljónir króna árið áður og nam veltufé sem hlutfall af rekstratekjum 18%. Gott fjárstreymi frá rekstri stuðlaði því að ekki kom til nýrrar lántöku á árinu líkt og áætlað hafi verið. Óhagstæð rekstrarlán frá fyrri tíð voru endurfjármögnuð með láni frá lánasjóði sveitarfélaga. Gott sjóðstreymi frá rekstri sýnir aukið heilbrigði rekstrar og getur sveitarfélagsins að fjármagna fjárfestingar sveitarfélagsins með rekstrafé umfram fjárfestingar á þessu ári og að hluta á næstu árum samkvæmt fjárhagsáætlun 2026 til 2029.
Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð í árslok 2025 var 38% borið saman við 58% í lok 2024. Sveitarfélag því vel í stakk búið til að halda áfram fjárfestingu við uppbyggingu innviða samhliða fólksfjölgun. Þá veltu fjárhlutfall 1,74 sem endurspegla getu sveitarfélagsins til að standa undir skuldbindingu til skamms tíma. Bæjarstjórn gengur stolt frá borði. Í upphafi kjörtímabils beið það verðuga verkefni að hagræða í rekstri til að tryggja sjálfbærni sveitarfélagsins. Það verkefni hefur gengið vel líkt og niðurstöður ársreikninga sína. Traust og samvinna það sem hefur fleytt okkur áfram í átt að sjálfbærni. Starfsfólki sveitarfélagsins farðar bestu þakkir fyrir hversu vel hefur tekist til. Fyrst og síðast það verkefni bæjarstjórnar að stuðla að því að gott sé að búa í Vogum. Nýrrar bæjarstjórnar bíður það verkefni að halda áfram að byggja upp gott samfélag með fleiri verkfæri í handraðanum á grundvelli mikils bata í rekstri. Það von fráfarandi bæjarstjórnar að sú bæjarstjórn sem tekur við haldi áfram á sömu braut öllu samfélaginu til heilla. Svo mörg voru þau orð og orðið ennþá laust. Og ekki vilja fleiri kveða sér hljóðs, þannig að ég legg ársreikning Sveitarfélagsins Voga 2025 til samþykktar í bæjarstjórn. Þeir sem samþykkja hann gefur merki. Hann samþykktur samhljóða. Víkjum við þá að lið 2. Endurskoðun samþykkta stjórn Sveitarfélagsins Voga. Bæjarstjórn tekur til síðari umræðu og afgreiðslu tillögu að breyting á samþykktum Sveitarfélagsins Voga og tillögu að uppfærðum erindisbréfum umhverfis- og skipulagsnefndar, fræðslunefndar og frístund- og menningarnefndar. Orðið laust. Guðrún, gjörðu svo vel. Já, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar. Ég ætla að reifa bara stuttlega hvað breytingar hafa orðið á tillögunni frá fyrri umræðu. En í meginatriðum að ræða að 47. greinin hefur breyst eins og framkom í inngangi forseta. Þannig að hér gert ráð fyrir umhverfis- og skipulagsnefnd, fríst- og menningarnefnd áfram og fræðslunefnd og eru uppfærð erindisbréf lögð hér jafnframt fram til samþykktar og þá hefur það einnig breyst að orðalagi kringum sameiginlegt fjölskyldu- og velferðarráð með Suðurnesjabæ að það hefur breyst í samræmi við samningsdrög nýjan samning við Suðurnesjabæ félagsþjónustu, barnaverndarþjónustu og þjónustu við fatlað fólk sem tekið verður fyrir hér í næsta dagskrárlið. Takk fyrir það, Guðrún. Orðið ennþá laust breytingar á samþykktum. Nú þá legg ég til, ef ekki fleiri vilja tjá sig málið, að tillögur að breytingu á samþykktum og uppfært erindisbréf verður lögð til samþykktar í bæjarstjórn og þeir sem samþykkja það gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þá eru komin í 3. mál á dagskrá. Samningur félagsþjónustu, barnaverndarþjónustu og þjónustu við fatlað fólk. Tekið fyrir 3. mál á dagskrá funda bæjaráðs númer 450 frá 7. maí síðastliðnum. Lögð fram drög að samningi við Suðurnesjabæ félagsþjónustu, barnaverndarþjónustu og þjónustu við fatlað fólk, auk draga að aðgerðaráætlun og minnisblaðs bæjarstjóra. Afgreiðsla bæjaráðs var svohljóðandi. Bæjaráð samþykki samhljóða framlögð drög að samningi við Suðurnesjabæ félagsþjónustu, barnaverndarþjónustu og þjónustu við fatlað fólk og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Og orðið laust þennan samning. Og enginn kveður sér hljóðs, þá legg ég hann til samþykktar, þeir sem samþykkja hann gefur merki. Það samþykkt samhljóða. 4. liður, samningur fræðsluþjónustu, tekið fyrir 4. mál á dagskrá funda bæjaráðs númer 450 frá 7. maí síðastliðnum. Lagt fram minnisblað bæjarstjóra með tillögum að samningu sveitarfélagsins við Suðurnesjabæ
fræðsluþjónustu verði framlengdur. Sviðsstjóri fjölskyldusviðs sat undir þessum dagskrálið á fundinum. Afgreiðsla bæjarráðs var svohljóðandi: Bæjarráð samþykki samhljóða framlögð drög að samningi við Suðurnesjabæ fræðsluþjónustu og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið laust. Og engin hvað þessu hljóðs, þá legg ég samningin fræðsluþjónustu við Suðurnesjabæ til samþykktar í bæjarstjórn. Þeir sem samþykkja hann gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 5. mál. Það eru viðaukar 2026. Tekið fyrir 9. mál á dagskrá funda bæjarráðs nr. 450 frá 7. maí síðastliðinn. Lögð fram tillaga viðauka 1, nr. 1 við fjárhagsáætlun 2026. Rekstrarkostnaður. Aukinn kostnaður vegna viðhalds í íþróttamiðstöð. Mál nr. 2601023 á fundi bæjarráðs nr. 446 var samþykkt beiðni sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs auka fjárveitingu vegna viðhalds á sánaklefa og gangi við sundlaugin í Vogum. Áætlaður kostnaðarauki nemur 5,6 milljón króna og er lagt til að auknum kostnaði sé mætt með lækkun á handbæru fé. Aukinn kostnaður vegna starfsmannamála í leikskólanum Suðurvellir á mál nr. 2603016 á fundi bæjarráðs nr. 447 var samþykkt beiðni leikskólastjórnenda og sviðsstjóra fjölskyldusviðs að veita starfsfólki í leikskólans 40% afslátt af námsgjaldi barna þeirra. Jafnframt var samþykkt breyting á undirbúningstíma leiðbeinenda og eru þær breytingar til reynslu í 1 ár. Áætlaður kostnaðarauki nemur 5,3 milljónir króna og er lagt til að auknum kostnaði sé mætt með lækkun á handbæru fé. Þá erum við komin í fráveita og vatnsveita, mál nr. 2604025 og það er fundur bæjarráðs nr. 450. Var samþykkt tillaga sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusvið tilfærslu á fráveitu og vatnsveitu yfir á aðra deildir innan samstæðu sveitafélagsins vegna innri viðskipta. Er að ræða svokallaða milliverðlagningu vegna þjónustu á fráveitu og vatnsveitu sem veittir af öðrum deildum sveitafélagsins. Samtals nemur fjárhæðin 52,8 milljónir króna, samtals fyrir fráveitu og vatnsveitu og hafa viðskiptin engin áhrif á rekstrarniðurstöðu samstæðu sveitafélagsins. Þá er það fjárfesting, búnaðarkaup fyrir íþróttasvæði, mál nr. 2603026 á fundi bæjarráðs nr. 447 var samþykkt beiðni sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs auka fjárveitingu til kaupa á slátturóbóta fyrir íþróttasvæði. Áætlaður kostnaðarauki nemur 1,65 milljón króna og er lagt til að aukinni fjárfestingu sé mætt með lækkun á handbæru fé. Svo er það aukinn kostnaður vegna fráveituframkvæmda, mál nr. 2603027 og það er fundur bæjarráðs nr. 447. Þar var samþykkt beiðni sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs auka fjárveitingu vegna framkvæmda á fráveitu í Akurgerði. Áætlaður kostnaðarauki nemur 7,7 milljón króna og er lagt til að aukinni fjárfestingu sé mætt með lækkun á handbæru fé. Samtals áhrif rekstrarniðurstöðu á þessum þáttum er 11 milljónir króna til lækkunar og samtals áhrif á handbært fé er 20,3 milljónir króna til lækkunar. Og orðið er laust. Guðrún, gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, aukin fjárútgjöld leiða oftar en ekki til aukina þjónustu og í ljósi þess að mér skjáttlast ekki að þá er sánaklefinn tekin í notkun á morgun sem að vera að taka fyrir til samþykktar viðauka vegna. Að það er ekki annað hægt en að nýta sviðsljósið og hvetja íbúa til þess að mæta í íþróttamiðstöð og nýta sér nýja sánaklefa.
Takk fyrir þetta Guðrún, það var fín og góð áminning. Það eru margir spenntir held ég að komast í nýju aðstöðuna. Já, herðu, þá ætlum við, eru fleiri sem vilja kveða þessu hljós áni tekið þetta til afgreiðslu. Ef ekki, þá legg ég þessa viðauka fram til samþykktar. Þeir sem samþykkja það, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er við komin í 7. mál á dagskrá. Færanlega kennslustofur. Tekið fyrir annað mál á dagskrá funda bæjarráðs nr. 451 þann 13.5. Færanlega kennslustofur lögð fram kynningargögn frá Terra einingum EHF auk dragað samningjum kaup á færanlegum kennslustofum við Heilsuleikskólan Suðurvelli. Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagsviðs situr undir fundinum undir dagskrárliðnum fyrirgefið. Lögð fram kynningargögn frá Terra einingum auk draga af samningjum kaup á færanlegum kennslustofum við, já, þetta er nú endurtekning hérna fyrirgefið þetta. Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagsviðs situr undir fundinum, þetta er endurtekning. Herðu, afgreiðsla bæjarráðs var svohljóðandi. Bæjarráð samþykkir samhljóða að ganga samningi við Terra einingar EHF kaup á færanlegum kennslustofum við Heilsuleikskólan Suðurvelli og bæjarráð vísa málinu áfram til staðfestingar í bæjarstjórn. Og þá er orðið laust. Björn, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, mér langar bara að lýsa ánægju minni með það að þessari bæjarstjórn skuli núna á sínu lokametrum geta klárað þetta mál að samþykkja kaupa færanlegum kennslustofum fyrir leikskólan. Þá er mikilli óvissu eitt sem að hefur uppi og börn eru farin að safnast upp á biðlista. Við erum að kaupa þarna einingar sem verða væntanlega komnir hérna í síðasta lagi samkvæmt samningi 15. september og erum 270 fermetrar á stærð sem er umtalsvert meira en brýn þörf leikskólans þarf eins og staðin er núna. Þannig að komandi bæjarstjórn ætti að hafa borð fyrir báru allan að næsta ár og hugsanlega líklega árið þar á eftir án þess að lenda í vandræðu með leikskólaplás. Því nóg eru verkefni samt þegar verið að fara í uppbyggingu skóla að geta verið með einhvað smá andrými þarna. Takk fyrir þetta Björn. Fleiri sem vilja tjá sig. Eva, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla bara að taka undir með síðasta ræðumanni og ég kom nú hérna upp síðast og sagði að þetta var náttúrulega forgangsmál, stórt mál. Þannig að ég er bara mjög glöð að við getum endað okkar tímabil með því að afgreiða þetta mál. Þannig að ég náttúrulega hvet alla til þess að samþykkja þetta hérna eftir smá. En og líka bara aðeins að svona næsta bæjarstjórn sem mun þá taka við að vera bara að halda áfram að vera svolítið vörmið þetta málefni vegna þess að það er að fjölga börnum og við erum að taka þannig til notkunar þá í september eins og staðinu núna að stóran biðlista og ætti þetta að rúma þann biðlista. Maður veit ekkert hvernig þetta þróast allt saman, það er að fjölga og maður veit ekkert hvernig þetta einmitt þróast. Þannig að bara næsta bæjarstjórn haldi áfram að halda vel út þetta mál. Og ég ég get farið frá borði og bara glöð. Vegna þess að þetta er búið að vera svolítið hjartansmál og svolítið bara svona, mér er svona pínu íþvingandi að með þetta plássleysi og þessi biðlisti, þannig að þetta er mjög jákvætt bara fyrir okkur all. En svo bara vil ég þakka að því þetta er síðasti fundurinn, þá bara takk kærlega fyrir samstarfið, þetta er búið að vera einstakt og til allra í starfsmanna í sveitafélaginu bara ást og þakkir, þeir eru búin að standa ykkur bara sjúklega vel, alveg svo hetjur, þannig að takk kærlega. Takk fyrir þetta Eva. Já, ég get nú eiginlega ekki annað heldur en bara tekið undir með báðum ræðumönnum hér á undan, bæði Evu og Birni og líka einmitt gott að
og skynsamlegt að þessi lending varða við sem að fá aðeins fleiri fermetra þarna en eins og þau hafa komið inn á. Við vitum svo sem ekki hvað framtíðin ber í skauti sér en við erum þó allan með borð fyrir báru til þess að vinna úr svona okkar áskorunum á næstunni, varðandi leikskólan. Herðu, fleiri sem vilja kveða þessi hljóðs. Guðrún, gjör svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar. Það er búið að fara hérna yfir hvað stendur til að fá til viðbótar mikið marga fermetra og kannski bara aðeins að bæta við bara varandi praktískar hluti að gert er ráð fyrir að Suðurkot sé áfram og samkvæmt fyrstu hugmyndum að það nýtist þá fyrir starfsfólk og bætist þá úr starfsmanna aðstöðu sem er mjög mikilvægt. Þannig að það er ánægjuna efni að þetta hafi tekist hér á síðasta fundi kjörtímabilsins og svo mörg voru þau orð. Takk fyrir það, Guðrún. Orðið er ennþá laust og ekki fleiri sem vilja tjá sig það, þá ætla ég að leggja þennan samning til samþykktar í bæjarstjórn og þessi samþykki hann gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 7. mál. Það er miðbæjarreitur Skyggnisholt 16, framtíð og þróun. Tekið fyrir fyrsta mál á dagskrá bæjarráðs númer 451 frá 13.5. Lögð fram drög að viljayfirlýsingu frá KRST lögmenn EHF fyrir óstofnað einkahlutafélag skipulag og í kjölfarið úthlutun lóða til uppbyggingar verslunar og þjónustu á miðbæjarreit. Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs sat undir þessum dagskrárlið og afgreiðsla bæjarráðs var svohljóðandi: bæjarráð samþykki samhljóða viljayfirlýsingu við KRST lögmenn fyrir hönd óstofnaðs einkahlutafélags og vísar henni til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust. Björn, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar, ég vil ekki á mig setja að koma aðeins upp og fagna þessum áfanga líka sem eru ákveðin tímamót að við sem að gera viljayfirlýsingu við aðilar sem að vilja koma og byggja upp þjónustu á miðbæjarreit sveitarfélagsins sem búið að kalla lengi eftir sveitarfélaginu. En ástæða þess að þeir eru nú hér komnir og vilja gera þessa viljayfirlýsingu við okkur og fara af stað með uppbyggingu, helst í vitaskuld við þá þróun sem eru orðið hér með fjölgun íbúa, því að í gegnum tíðina hefur svarið verið svo þegar við höfum verið að tala við þá sem að sinna þessari þjónustu og reyna að byggja upp reit að við séum bara hreinlega ekki nógu mörg til þess að svona geti borið sig. En þetta er bara afskaplega ánægjulegt. Takk fyrir það, Björn. Orðið er ennþá laust. Ég ætla nú að leyfa mér að taka líka vel og innilega undir þetta. Þetta er gríðarlegt framfaramál og mér langar kannski bara að bæta við. Við höfum haft orðað því áður að með aðkomu þessara aðila þá var fókusinn alveg á verslun og þjónustu. Við höfum oft verið með, eða ekki oft, í þau fáu skipti skulum við segja sem höfum verið með aðila sem hafa sýnt þessu áhuga, þá hefur það verið svolítið bundið við íbúðabyggingum líka. Þannig að þarna sjá þessir aðalir sér beinan hag í því að fara í þessa vegferð með okkur og þetta er bara fyrsta skrefið í þeirri vegferð. En orðið er ennþá laust. Heyrðu, þá ef ekki fleiri vilja tjá sig, þá langar mig að færa litla bókun inn áður en við samþykkjum. Bæjarstjórn tekur undir það. Bæjarstjórn fagnar því að það hilli undir uppbyggingu verslunar og þjónustu í bænum sem er tímabært skref í stækkandi sveitarfélagi og mun stuðla að aukinni þjónustu við bæjarbúa í heimabyggð. Og ef bæjarfulltrúar eru sáttið við þessa bókun, þá ætla ég að leggja bara afgreiðslu viljayfirlýsingun til samþykktar og þeir sem samþykkja hana gefur merki. Það er samþykkt samhljóðan. Þá erum við komin í fundargerðir
Ég ætla að lesa þér hér upp og svo opnum við bara mælendaskrá fyrir fundagerðirnar. Það þá 8. mál, það bæjarráð Sveitarfélagsins Voga númer 451, 9. mál bæjarráð Sveitarfélagsins Voga númer 450, 10. mál fræðslunefnd Sveitarfélagsins Voga númer 121 og 11. mál frístund- og menningarnefnd Sveitarfélagsins Voga númer 134 og orðið laust. Björn, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég langar að drepa niður í fundagerð númer 450 í bæjarráði og þar í öðru máli sem að er starfshópur uppbyggingu við Stóruvógaskóla. Mér langar kannski aðeins að vekja athygli á þessu því að þarna náttúrulega stórt mál í gangi líka og hnykkja aðeins á bókum bæjarráðs sem að fylgdi fundagerð bæjarráðs. Ég ætla bara að lesa hérna upp úr seinni hlutanum á bókunni. Bæjarráð fagnar því að það rekstrarlegu aðgerðir sem farið hefur verið í á kjörtímabilinu skapi nú grundvöldu til að byggja við og endurbæta núverandi skólahúsnæði á myndarlegan og jafnframt skynsamlegan hátt. Skólahúsnæði verið þannig útbúið í takti nútímalega og fjölbreytta kennsluhætti, jafnt fyrir nemendur og starfsfólk. Þá ekki síður ánægjulegt að sjá að aðstæður skapist fyrir samfélagslegt rými og nýtist þar við menningartengda viðburði og gerir þannig skólan lifandi stofnun fyrir allt samfélagið. Ég var nú bara að veltaði fyrir mig meðan ég var að lesa þarna seinni hlutun þessara bókunar og hvort maður ekki bara leggja það til að bókunni í heild sinni fylgi fundagerð bæjarstjórnar. Ég legg það bara til. Takk fyrir það, Björn. Jú, ég bara tek heilshugar undir það og vænti þess að bæjarfulltrúar séu á sömu skoðun. Færum það til bókar en það er ennþá opið fyrir fundagerðir. Inga, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar að koma fyrir hönd umhverfisnefndar og minna á að opið sé fyrir unga fólki okkar að sækja með vinnuskólanum sem lýkur skráningu núna 17. maí. Einnig vil ég nefna hversu vel tókst til á plokkdeginum sem var 27. apríl síðastliðinn var alveg til fyrirmyndar. Og vonandi halda bæjarbúar áfram í sumar að huga vel að umhverfinu og taka til hendinni í sínu umhverfi. Og nú þegar að kjörtímabilinu lýkur og ég hvet bæjarstjórn langar mig að þakka ykkur og starfsfólki kærlega fyrir samstarfið og samveruna á þessum árum. Þetta hefur verið bæði skemmtilegur og lærdómsríkur tími. Það hefur verið heiður að taka þátt í störfum fyrir samfélagið okkar og ég þakklátt fyrir traustið sem mér hefur verið sýnt og kveði þetta hlutverk með hlýju í hjarta. Takk fyrir mig. Takk fyrir þau orðinga. Orðið er ennþá laust. Björn, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, þar sem ég nú að taka þátt í mínu síðasta bæjarstjórnarfundi, vantarlega, þá langar mig eins og kollega mína hér hafa verið að gera að þakka mínu samstarfsfólki í bæjarstjórn alveg einstaklega fyrir virkilega gott samstarf sem og starfsfólki stjórnsýslunar og sveitarfélagsins þennan tíma sem ég verið og ekki síst á þessu kjörtímabili. Mér langar með leyfi forseta að koma með bókun sem að ég óska að verði sett með fundagerð. Er það í lagi, forseti? Tilvitnun hefst. Mér langar þessum tímamótum fyrir mig, þar sem ég er að sitja minn síðasta bæjarstjórnarfund, að koma hér upp og þakka fyrir það traust sem ég fengi til að starfa hér innan stjórnsýslu sveitarfélagsins. Þetta er orðið nokkuð langur tími en það var í kosningunum 2010 sem ég var kjörinn inn sem varamaður og seinna á því kjörtímabili kom ég inn sem aðalmaður. D-listin bauð fyrst fram í kosningum 2014
og hef ég setið sem aðalmaður í bæjarstjórn og bæjarráði frá þeim tíma. Á þessum tíma hefur gengið á ýmsu og sveitafélagið gengið gegnum hæðir og lægðir. Íbúafjöldin hefur tvöfaldast og áskorunir oft eru miklar, ekki síst núna á þessu kjörtímabili sem nú er að líða undir lok. En þar höfum við setið í farsælu meirihluta samstarfi með E-lista og í góðri samvinnu við minnihluta. Og er þetta ánægjulegt að geta stigið frá borði í þeirri stöðu sem sveitafélagið er núna, en aldrei hefur rekstur þess gengið jafn vel. Að lokum vil ég óska bæjarfulltrúi, starfsfólki og íbúum sveitafélagsins gleðileg sumars og bara takk fyrir mig. Takk fyrir þessu orðbjörn og orðið er ennþá laust. Andri, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti. Ég ætla kannski að fá að gera bara svipa eins og aðrir eru búin að gera hérna. Þótt að ég sé ekki alveg að hætta, þá er ég að taka á mig minna hlutverk í þessu og ég segi bara eins og aðrir að það búið að vera heiður og forréttindi að fá að vinna fyrir þetta sveitafélag. Búið að vera virkilega krefjandi og skemmtilegt að sitja í bæjarráði, bæjarstjórn og vera formaður skipulagsnefndar og öllum þessum vinnuhópum sem maður hefur sitið í og ég finna að vinna fyrir samfélagið er mjög gefandi og eins og segi ég ætla aðeins að minnka það hlutverk en er ekki alveg farinn og þakka líka bara fyrir samstarfið við starfsfólk og E-listan í meirihluta og E-listan í minnihluta. Bara samstarfið er búið að vera einstakt og önnur sveitafélög mætti alveg taka það til fyrirmyndar hvernig við höfum unnið hlutina hérna seinustu 4 ár. Því við höfum öll verið að róa í sömu átt og allir lagt sitt á vogarskálanar. Þannig bara takk fyrir í bili. Takk fyrir þetta, Andri. Þetta eru hver kveðjan gulli betri. Það er óvægt að segja það. Það er ekki frá því að fólk sé bara pínur hrært hérna. En nú eru svo breytingar sem er að fara að eiga sér stað hér. En ég ætla nú svo sem að vera með smá svona þakkar bókun frá okkur. Við erum kannski svo fá hérna eftir inn í þessari bæjarstjórn. Þeir sem er að hættir og þetta fleiri næstu en engu að síður þá langar mig bæði persónulega og fyrir hönd þeirra sem sitja hér og eru nú í þessari næstu kosningabaráttu þá langar mig bara að þakka fyrir mjög gott samstarf svona samvinnu, áræðinni og svona víðsýni. Mér finnst bara víðsýnin, hún hefur dregið okkur áfram í því að reyna að leysa málin. Og það er alveg eins og við vitum öll, við erum öll með okkar áherslur, okkar sýn og okkar skoðun. En stóra málið fyrir þetta sveitafélag sem að við vitum að er lítið en er að vaxa, að þá skiptir svo miklu máli að við vöndum okkur í öllum þeim skrefum sem við tökum. Alveg sama hvort að það er uppbygging innviða, fjármálin eða annað. Þannig að mér langar bara að þakka ykkur öllum þremur, Björn, Andri, Inga Sigrún, kærlega fyrir samstarfið og störf ykkar í þágu sveitafélagsins og og velfarnað þá í framtíðina sjálfsögðu, hvað svo sem þið gerið en þið munu klárlega gera gagn hvar svo sem þið komið. Takk fyrir ykkur. Einhverjir sem vilja ræða frekar, Friðrik, gjör svo vel. Forseti, ég bara kem upp og ætla einnig að þakka fyrir samstarfið. Þetta er búið að vera bara mjög ánægilegt og lærdómsríkt kjörtímabil og saman við bara verið öll að róa í sömu átt og náð bara góðri niðurstöðu. Takk fyrir. Takk fyrir það, Friðrik. Herðin, af því að þetta var nú svona eins og einhverju kalla lélegur íslensku spin-off í kringum fundagerðir. En þá var ekki annað við hæfi en að leyfa þessu ágæta fólki að koma hér fram og kveðja samstarfsfélaga
En ég ætla þá bara að leggja þessa fundagerði fram og það er engin önnur mál á dagskrá og ég legg því til að við slítum fundi bæjarstjórnar þeim síðast á þessu kjörtímabili klukkan 18:21.